og eftir smá tíma þá var hann nú orðinn smá svona þreyttur á þessu. Svo að á hverju morgni fór hann út á veröndina hjá sér og kallaði eftir konunni: Guð er ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju morgni. Síðan einn morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á veröndinu og hrópaði: Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og er mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á veröndina og þá voru 2 pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysinginn kom þá hoppandi út úr runna hennar hjá og kallaði: Guð er ekki til. Ég keypti þennan mat. Litla konan lyfti aftur höndum til himins og hrópaði: Lof sé Guði. Hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýrt bænasvör og í Biblíunni er að finna marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni: biðið og yður gæti gefist, leitið og þér gætuð fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Mattheusi 7:7: biðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki: því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei. Við erum sannfærð það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margir fleiri sannfæra okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhvern tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanfarið mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég ætla kannski ekki að efast endilega að Guð svari bænum mínum. Heldur ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Það er ekki allir með e-mail í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður við fjölskylda fóru til Bandaríkjanna. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja árshátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leið ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerð að fá stuðmönnum kirkjunnar og ég ákvað því að segja upp starfi mínu þegar við fórum út og ætlaði bara fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á, leið og við komum að utan og ég hef beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem maður þurft að vinna helgar, þannig þyrfti ekki að vinna á hvíldardögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði og bænir mínu hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo kominn aftur í sama farið. Hvar að selja brennivín og vinna á hvíldardegi? Hvar bænasvör þarna? Hvað ég að gera vitlaust? Í 1. Jóhannesarbréfi 5, 14-15 stendur: og þetta svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss hvað sem við biðjum, þá vitum við að oss eru veittar þeir bænar. Þær bænir fyrir Guði og við höfum beðið hann En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða ég að fá svar? En bara heyri það ekki.
eða sé það ekki. Segjum sem svo að ég fá einhverja hugmynd í kollinn. Er það þá svar frá Guði? Við skulum byrja á einni geggjaðri. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri sú lausn frá Guði? Gæti ég beðið Guð að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi heppnast ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmd fyrir vændi og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnuhvítasunnukirkjunni og sagst fyrir í eigin rekstri. Allur söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum. Hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin söfn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held alla. En segjum sem svo að ég fá einhverju hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagn né trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spor og Jónas? Ef ég sniðgeng þessa hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í siglingu á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórhvelis? En öllu gamni slepptu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verður bara að sýna manni hvað maður vilji, nei hvað hann vilji fyrirgefi. Maður verður að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í hausnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágætis leitirsafli með tekna með því að stofna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera á Broadway. En þá var ég eftir komin í sama banka. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það er sagt að Guð sé með áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það. En hvað gerist ef við villust á þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þeim mér eitthvað. Í fyrsta lagi er það eirðarleysi. Stundum nær Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðarlaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðarleysi, þá skaltu staldra við og biðja. 2. Töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annarra. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir er 3. atriðið. Guð geti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. 4. atriðið. Ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dó hann. Guð geti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar til þess að fá okkur til þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði er 5. atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitalandið. Það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leyft smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs, á leið til fyrirheitalandsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirheitalandsins, heldur afkomendur þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hef ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði, þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, það 7. atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð
svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjöunda atriðið er ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikann. Jósúa, hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs. Fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríkó. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leitt að sér stórkostlegar framfarir ef við spyrjum Guð, hvað ert þú að segja mér? Þarna getur maður spurt sig, er ég búinn að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og 8. atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið verið að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í Dómarabókinni 6:6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Mídíans og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegu vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. 9. atriðið, harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskía varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber 2. Krónikabók 32:24. Sama var með Sál, þegar hann var að ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hver þú ert á trúargöngum og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spyrja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atriði þarna sem pössuðu við þig? En mig? Já, ég heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla Biblíuna eru spámenn og aðrir menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann talar við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við biðjum Guð eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örvun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann talar við okkur. Fyrsta atriði, lesum orð Guðs. Það verður aldrei oft sagt í þessum predikunarstól að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskunn, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í 2. Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:105, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrefið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringumstæður við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir.
Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér hafið trú eins og mustaskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flytjið héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flytja sig, nei, það mun flytja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldur með því að hugleiða það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlega grunn í hjarta okkar. Davíð segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99: Ég er hygnari en allir kennarar mínir, því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn, þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta hins vegar nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun er í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt er og leitar stöðugt að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar er stilltur. Ég sá góða dæmisögur það daginn. 2 menn voru að labba saman á háannatíma í New York, í miðborginni. Þá segir allt í einu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettinu. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur, en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finnur svo engisbrettuna og bendir hinum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir: hvernig fórstu að heyra í engisbrettinu í öllum þessum hávaða? Ekkert mál, sjáðu bara, sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu litu þá í kringu sig eftir peningum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsað til þessara sögu. Og er þetta ekki einmitt málið? Maður verður að innstilla hugan á guðlegar hugsanir. Í bók sinni Directions á deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á Guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp, notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísinn dugði ofta langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrinu sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr og hann leitaði samviskusemlega að því. Fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuðu honum en fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurðu mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyfði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft er það svo að það er ekki spurning hvort Guð sé að tala við okkur, heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús sannfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð? Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi: Verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í 1. konungabók segir frá því
þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti og eftir það eldur, en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig eigum við að hlusta á Guð, í þögninni. Ef við erum upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfiðleikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilags anda sem inn í okkur, samanber Postulasöguna 11:12. Og andinn sagði mér að fara með þeim hygglust. Og í Postulasögunni 16:67 þeir fóru Frígíu og Galataland, því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið til Asíu. Og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta, þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég er ekki að fara að reyna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég er með, og sem ég er búin að tala hérna. Ég er ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég er allavega komið með eitthvað verkfæri í hendurnar með því að gera þessa predikun og get allavega sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búinn að hugsa lengi þetta, en í byrjun vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögur inn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég er áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru, og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið, af því að það er alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka á og fara með það heima sig og borga með þeirra heyra restina. Þannig að þessi póstur hefur bara safnast í innhólfum hjá mér. Þennan dag ákvað ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég fengið frá þessum aðila. Ég var búinn að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allir til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst sem ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segir mig í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikunum mína. Þannig að ég er að fá einhver bænasvör, að minnstakosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona þið hafi haft eitthvað gagn að þessu, en hvað mig varðar, þá verð ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðarleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fái einhverja óvenjulega blessanir, verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringumstæðum, verð fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að ná athygli minni, og að lokum harmleikur, veikindi eða eymd. Hins vegar verð ég að fara eftir þessum 4 skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta á Guð. Það er lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.